veriði, Ívar hér, flugsmiðinni. Í dag ætla ég að nýta flugið sem búið er að biðja á Rásinni. Það er að biðja flugur í hverju einustu viku og ég segi ekki hverju með næsta degi en svona, það er fólk mjög áhugasamt og ég bend á það. Flugurnar í þessu eru bara eins og óskalög, það má koma með óskalög og það verður öllum, ég nýti þær allar sem þið biðjum, það er ekki málið. En að ég geri það bara daginn eftir er ekki kannski alveg raunhæft, en ég nýti þær allar, það er alveg, stendur alveg. En bleik og blá flugan, þessi er eftir Björgvin Guðmundsson og við erum með krók nummer 8 í fingunni, kláran, og við notum bláan hana í stélið á þessari fjöður, stélið á þessari flugu, ekki fjöður, og það kemur hérna niður. Bláar hanafanir, eða ljósbláar, og því næst, leðilegt er þetta fyrir hann upp svona, betra svona, því næst notum við í búkinn á flugunni, þá kemur ávallt silfur. Það er vöfin í flugunni, þá skellum við ávallega silfurinu hérna niður. Og búkurinn á þessari flugu er úr sem sé flötu silfri sem ég er mjög ánægður með. Það þýðir að ég fæ hérna tækifæri til að koma í umferð gamalli rúllu af flötu silfri sem er svo gömul að þetta er ekki plasttinsel, þetta er alvöru tinsel, þetta er sem sé úr málmi. Ég get að gefa eins í fyrra frá manni sem að hættur að nýta. Við þökkum Kalla fyrir gjöfina og hann fikk náttúrulega fullt af flugum í staðinn. En þetta er það old school, þetta tinsel, þetta er bara úr aktúal málmi sem er mjög skemmtilegt að segja frá. Af því þetta dót var öðruvísi í gamla daga heldur en það er í dag. Það var öðruvísi nýtingaefni bara fyrir 30 árum þegar ég var að byrja sem krakki með hvernig nýtingaefnið er orðið í dag. Sonkervængur er eitthvað sem þekktist ekki og fleira í þeim dúr. Þetta er ekki hérna á Íslandi. Þá notum við menn Matuka aðferðina í staðinn sem er ekkert ósvipuð sonkervæng en ekki eins samt. Pælingin er samt svo sama. Svona, og þið sjáu kannski búkurinn, þetta er ekki alveg eins meðfærilegt eins og plasttinselið sem er náttúrulega bara plastþráður sem er ekkert svona ekta eins og þetta gamla dót. En ókostunum við þetta tinsel er sá að það fellur á þetta. Í rauninni bara eins og fellur á silfur og slíkt þá verður þetta ljótt með aldrinum en plastið ekki. Svona, þá er sem sé búkurinn kominn á þessa flugu. Næsta skref það er að vefja ávarla silfrinu hérna fram. Kemur hérna. Svo er skegg á þessa flugu og í skeggi notum við bleika hanafjöður. Og ég komst á því ég átti ekkert mjög mikið að bleiku eftir, þannig ég þarf að fara að finna mér það einhvers staðar, bleikar hanafjöður. Lengdin á förunum er svona cirka hingað og kannski aðeins inn í öngulbuginn. Og þá klippum við þetta hérna, mælum þetta bara út eins og ég er búin að sýna ykkur í öðrum vídeóum. Snúum öll á hvolf, það er að segja flugunni. Og skellum þessu niður hérna. Svona. Eitt sem við verðum að passa þegar við verðum að nýta bleik og bláa er að það verður að vera pláss hérna fyrir framan því að það kemur kræja á hana þegar vængurinn er komið niður. Það er dálítið sérstök fluga að því leyti til.
að það kemur á hana kragi fyrir framan hausinn úr bleiku. En þá er í rauninni síðufjöðra urtand, hún er hér. Við erum með hana hérna og ég ætla nú bara að nota hana alla, efna megninu til alla. Og ef að fjöðrin líður ekki í þessu tilviki þá takk ég hana saman bötunum og snúið upp á hana. Svona. Með þessu takið þið eiginlega allt hérna minni úr henni og þá getið þið unnið með hana eftir. Svona. Og þetta er cirka þessi lengd. Klippum þetta til. Svo kemur fjöðrin hérna niður. Fyrst laust. Svo þéttari vafningar. Sjá. Jú, þetta er allt í góðu. Þetta er allt í góðu ennþá. Og þá er það síðasta við þessa flugu, það er bleikt channel sem við setjum kannski 1-2 hringi hérna við kragan og þá er bara flugan klár eiginlega. En bleika channeli er best að taka svona og opna það aðeins og taka þræðina hérna í því. Festa þá niður svona. Og klippa þessa gæja í burtu. Sjálfur hef ég nú ekki notað þessa flugur neitt voðalega mikið í sjóbleikju, en mætti kannski vera duglegri við að nota hana, af því þetta er gríðarlega sterk fluga. Og svona. Og svo kemur fyrir framan þetta smá haus, eftir því sem ég sýni hérna á uppskriftinni. Og ég er að styðjast við uppskrift frá honum Kristjáni formanni Ármanna af fos.is. Mæli með þeim vef, frábær vefur, mikill fróðleikur, mikið fyrir lítið, kostar ekkert. Og það er sett, hann setur þetta í þetta, hann Kristján, hann er að skrifa á hann og vef af lífi og sál, sem er mjög flott. Þá er bara hnútur eftir á fluguna og bregða á þetta 2 hnútum, 2-földum, 3-földum, 4-földum, bara einhverjum þeim passar. Svo er ekkert annað að gera en að klippa þetta hérna af og lakka. Það sé aðeins að taka á þessu hérna, snúa upp á kúluna, en ég held að það breyti engu. Svona, og þá er bara málningavinnan eftir. Skellum við á þetta lakki hérna umferð og þá er flugan klár þegar það er komið. Þannig að þessi skæða sjóbleikjufluga og bleikjufluga, bleik og blá, er bara klár hérna í þvingunni hjá mér. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáum stress og kótt í næsta vídeói. Þið með endilega að deila, setja like við vídeóið og gera sáskunnitur á rásinni hjá mér til þess að hjálpa okkur að stækka. En þangað til næst, þá bara segi ég takk kærlega fyrir og sjáumst stress og kótt í næsta vídeói.